Hvernig ertu núna, Dói mín? Já, ég get sagt þér að þegar ég fór síðast til doktor Hallgerðar. Já, hvað sagði hún? Þá sagði hún bara við mig, Þórður minn. Já. Það sem þú ert búinn að þola í gegnum árin, það er mest að skulu vera lifandi. Já, ég hef sagt. Og ég get alveg tekið undir þetta með henni. Þið sjáu hvað það er stutt síðan ég kom úr bakaðgerðinni. Já, Dói minn. Hvernig gengur markaðssetningin í Bretlandi? Ég verð að fara svo varlega. Synda, skokka, hjóla. Það er það eina sem dugir. Slíkt myndi leggja mig endanlega í gröfina, Hlöðver Indriðason. Já, farið hefur þér betra. Hvað þér? Betra? Já. Mér er alveg harðbannað að hreyfa mig. Er það, já? Já. Ásta Ólafsdóttir er 88 ára gömul. Hún glímir við margvísleg heilsufarsvandamál og hefur ekki farið ein út úr húsi mánuðum saman. Hún býr ein en nýtur aðstoðar heimahjúkrunar og ber öryggisnapp úrliðinn. Og þú farið heimahjúkrun? Já, mjög ánægð með það. Ég komið á böðuð á mánudögum og svo kom að annarkvað dag, svo kemur alltaf hjúkrunarkona eða hjúkrunarliðar verður víst ég. Sjúkraliðar ég er ekki alveg vissin hvað er hvert. Alveg yndislega stúlkur. Koma 3 í viku? Já, koma 3 í viku. Ég er ekkert óánægð. Það er alveg ekkert náttúrulega gott fólk í kringum mig. En ferðu mikið út? Nei. Í vetur hef ég bara eiginlega ekkert farið út. Hvernig myndirðu kjósa sjálf að eyða ellinni? Mér finnst núna sé eiginlega komin tími á það á næstin að fara svona í þjónustu íbúð. Ég vil ekki fara, finnst ég ekkert svo veik ég þurfa að fara á hjúkrunarheimili. Dóttir þín lítur til með þér? Já. Hún hætti nú bara að vinna í fyrra. Líklega út af mér, ég veit það ekki spurt að því. En hún er náttúrulega bundin svolítið yfir mér. Finnst þér það óþægilegt? Mér finnst það óþægilegt, já. Ég vil ekki hefta fólk, engan. Þetta finnst mér sjálfur óþægilegt. Eiginlega það sem að rekar á eftir mér að reyna að koma mér bara fyrir. Ásta treystir alfarið á dóttur sína Sigríði með snúninga, útréttingar og akstur. Hún hringir eftir matvörum í verslunina Rangá í hverfinu sem sendir svo vörurnar heim til hennar og ber alla leiðin í eldhús. Gjörðu svo vel. Sigríður er hennar eini reglulegi félagsskapur og lítur til með henni dag hvern. Hún segir einangrun móður sinnar það versta. Og mér finnst hún óskaplega mikið ein. Ertu stundum hrædd hana þegar hún er hérna ein? Já. Ef að það svarar ekki síminn sem getur verið af því að hann bilaði eða hún gleymdi að leggja á eða sérstaklega ef hann svarar ekki, þá fæ ég svona ónot í hjarta. Þá kvíði ég fyrir því að opna íbúðum og fara inn. En ég veit alveg, hún er sátt við þetta, skilurðu, en ég verð aldrei sátt við að hún hafi kannski dottið eða ekki hjartaáfall eða eitthvað slíkt. Sigríður hætti að vinna fyrir nokkru til að geta sinnt móður sinni betur. Ég var bara sátt við þetta. Ég bara vildi frekar sinna henni. Ég hefði séð eftir því ef ég ekki gert það. Þær mæðgur sóttu þjónustu íbúð fyrir Ástu síðasta haust en fengu synjun þar sem aðrir heilsuveitli en hún í forgangi. Það er það sem ég vildi óska að breytist. Að fólk geti sagt, nú treysti ég mér ekki lengur til að vera ein. Og þá sé það tekið gilt. En ég skil það svo sem ef að það er plássin eru alltaf 200 færri heldur fólki sem sækir þá þarf bara að breyta því. Nú er af íbúðunum. Sigríður spyr sig hvernig barnlaust eldra fólk fer að og segist oft hugsa hvað verði móður hennar ef hún veikist, þar sem hún sjálf, dóttirinn, er orðin heilsuvel 65 ára gömul kona. Þannig maður auðvitað hefur maður áhyggjur. Bæði að því að koma eitthvað upp hjá mér og að það komi eitthvað upp hjá henni.